Hér er nú óvæntur glaðningur sem ég átti nú ekki von á. Góðan og blessaðan daginn. Nú eru hlutir að gerast hér hjá fösturósunum. Þeir eru alveg að fara að springa út. Konur farnar að sína lit, knúparnir. Þetta er Pretty Ellen Red. Þetta er held ég einhver sem ég ræktaði að fræi. Sem er blómstrableiku. Og það sé hérna líka. Þannig að það styttist í að það er að fara að sína blóm. Kíkjum í garðinn og sjáum hvað er að blómstra núna. Hér eru fyrstu páskalilurnar byrjaðar að blómstra. Þetta er British Gambol. Óbúslega falleg tegund. Og þær náttúrulega blómstra svona snemma því þær eru hérna við tjörnina þess að þær fá varmann frá tjörninni. Þær eru komnar töluvert lengra heldur en aðra páskaliljur. Búrilega kissi byrjaði að blómstra. Þetta er rúbí sem bleiku blóm. Nú eru fyrstu lyklarnir að byrja að blómstra. Þetta er kúlulykill. Styttist í að knúparnir á Eyjajólarósinni opnist. Þeir eru grænir og blómin eru græn. Nú ekki margar tegundir sem blómstra grænum blómum en þau gefa svolítið skemmtilega svona uppfyllingu með öðrum litum. Hérna í þessu beði þá verða páskaliljur og hýjasintur blómstrandi innan skamms og þessi grænu blóm þau fara ofsalega vel með þeim. Hér er töfratré í blóma. Þetta er sjálfsagð planta frá stóra runnunum sem brotnaði svo illa sem er nýbyrjuð að blómstra og nú eru blómin alveg útsprungin. Virkilega falleg. Hér eru ósaleiðarnar. Sú fylgta heldur betur orðin stór og mikil og vel útsprungin. Og fyrsta blómið á þessari hvítu komið, það eru fleiri knúpar hérna sem eru á leiðinni. Og nú er bronsleiði byrjað að gægjast hérna upp. Komið út allt, ég er farin að halda að það fjölgi sér á veturnar því að við tókum svo mikið af því í haust. Ég er nokkuð viss að það náði ekki svona langt að út á þeim tíma. Þannig að það er mikill kraftur í því, enda held ég að þetta séu alveg kjör aðstæður hérna. Volgt vatn
sem að vökvar á það gerist alltaf betra. Það voru margir af krókusónum sem voru blómstrandi hérna áður en að rigningin skall á og rokið í síðustu viku búnir. En þessi nýr. Þetta er Gypsy Girl. Hún er svona fallega rákótta ytri krónublöðin og hérna alveg að fara að springa út. Óbúslega skemmtileg tegund. Það er ennþá að bætast við krókusar í graslutinni. Það er svona, já, þessi fjólubláu virðast vera svona heldur seinni. Nú eru flestir af þessum litlu gulu og hvítu hornir. Það eru konur hérna hvítir vorkrókusar sem ég held að hafi ekki verið að blómstra áður. Og þessi litlu fjólubláu. Og Pési er mjög óþolinmóður að ég sé ekki leika við hann. Því að ég á ekki að gera neitt annað, er það Pési? Nei. Gerum við góð því. Hér er Beth Evans í allri sinni dýrð. Alveg blómin útsprungin. Og þessi bleiki litur hann alveg sést langa leiðir. Ofboðslega flottur. Og svo skær blómin. Hér er nú óvæntur glaðningur sem ég átti nú ekki von á. Þetta er fjólutúlípani Helen sem ég setti hérna niður í hittifyrra sannlega. Og þeir eru nú svona almennt séð ekkert sérstaklega duglegir að blómstra aftur. Þannig að ég held að hann væri bara búinn. En sjáu þið þessi blóm. Þetta er alveg magnaður litur. Þvílík fegurð. Þetta er náttúrulega bara eitt blóm. En þessi litur er alveg á í mörg. En skemmtilegt. Þetta faglitaða lauf sem er að stingast inn upp er sort af villitúlípana sem heitir Interaction og er með svona litríkt lauf þegar hann er að byrja að koma upp. Hann verður svo með, jaðrarnir verða svona kremhvítir eða kremgulir þegar hann stækkar. Eða bara bleikir, þeir eru ennþá bleikir hérna, þessum sem við komum lengra. Og það grillir í knúpa, það styttist í hana blómstri. Blómin eru tvílit, hvít með gulur miðju. Opnast eins og stjörnur. Það sést greinilega af hverju þessi fallega sorta á geldingarnappi heitir rubrifolia. Laufið er alveg dökk, vínrautt sem er ofboðslega fallegur litur og mjög áberandi núna í vorsólinni. Það er mjög óvenjulegt að steinaplöntur séu með svona dökkt lauf og sem er skemmtileg tilbreyting frá græna litnum og blómin er nú ekki síður falleg. Hann blómstrar alveg skær bleikum blómum sem er ótrúlega flott litasamsetning með þessu dökka laufi. Hér er Elínarlykill, John Moe, kominn í blóma. Og hann hefur svona almennt séð verið fyrstur af orlyklunum til þess að blómstra. Og reyndar var einn huldulykill sem var aðeins á undan honum þetta vorið. Og huldulykillinn sem var fyrstur
til þess að blómstra þetta vorið og ég er eiginlega nokkuð viss að John Moe komi hér eitthvað við sögu. Huldulykillinn hann blandast eiginlega við allar aðrar tegundir í þessari vorlykla deild. Þannig að maður sér merki hann víða. Hér er til dæmis annar með ljósgulur blómur frá huldulyklinum en laufið bendir til lofnalykilsins sem er hér og blómstrar fjólublómum. Og þegar ég safnaði fræi af lofnalyklinum þá eru það allar plönturnar sem komu upp gular, þannig að það er greinlegt að huldulykillinn er ansi ríkjandi hér. Hér er silfurlykill með gnúpa sem styttist í að opnast. Nú eru stjörnulilurnar að byrja að blómstra. Þetta er snæstjarna Pink Giant. Nokkuð ljóst hvaðan það nafn er dregið. Hún er bæði bleik og stærri heldur en venjulega snæstjarnan og harðgerð og lifir árum saman, mjög dugleg. Hér er svo snæstjarna Blue Giant byrjuð að blómstra og hún er áleika stór og svo bleika, bara með svona himinbláum blómum. Og þær eru báðar mjög harðgerðar og duglegar. Hún fjölgar sér ekki eins mikið eins og venjulega snæstjarnar. Þær hafa haldið sér bara svona þar sem þeim var plantað. Hér er svo frænka snæstjörnunnar, vorstjarnan, sem blómstrar bláum blómum eins og hún, en ólíkt snæstjörnunni þá eru þau alveg blá að miðjunni og ekki síður harðgerð og hún hefur heldur ekki verið að dreifa sér neitt út frá þeim stað þar sem henni var plantað. Fallegur þessi blái litur. Hér er annar fallegur lykill sem er rétt að byrja að blómstra, sem er ekki gulur en samt með greinileg einkenni frá huldulykli, þannig að líklega einhver blendingur af honum. Það er svona rauð fjólublá blóm. Þessi staki bleiki gnúpur hér er afbrigði af skógarbláma sem ég ræktaði fræi fyrir mjög mörgum árum síðan. Áður en ég flutti hingað, hann flutti með mér. Þannig að það er eitthvað meira en 13 ár og á hverju voru þá held ég sé búin að tína honum. Hann stækkar svo hægt og laufið hvernig tínist á veturnar. En hann er þar af leiðandi alltaf sama gleðin sem fylgir því að sjá að hann er þarna ennþá. Kreist út eitt lítið blóm. Kannski verða þau fleiri, hver veit. En þetta er sem sagt afbrigði sem blómstrar svona fallega skærbleikum blómum og laufið er svolítið rauðum mengað. Ég held að það heitir rúbra. Hér er Blue Marlin sem ég gróðursetti í haust, síðasta haust og eins og þið sjáið þá eiga krókusturnar það til að vera í nokkur ár að byggja sig upp í góða blómstrun og jafnvel eiga þær það til að koma bara með lauf fyrsta vorið og jafnvel fyrstu 2 með við hvað sumir eru að blómstra núna hjá mér í fyrsta skipti sem er örugglega lengra síðan ég setti niður. Þannig að þó það kom ekki blóm eða lítið af blómum fyrsta vorið þá þýðir það ekki að
þeir séu ónýtir. Þeir eru bara að koma sér fyrir og safna forða í blómgun. Hvíta töfratréð, útsprungið og blómin eru hvít og knopparnir virðist gulir. Og hér er svo stóra töfratréð, allt í blóma núna og virkilega ánægilegt að hvað mér tókst að bjarga stórum hluta af því. Því að það leit ekki vel út eftir að það brotnaði. Styttist í hýjasenturnar. Það sést í gnúpa. Það verða farnar að blómstra innan skamms. Hér er skógarblámi sem byrjar að blómstra. Og hérna fjær er sort sem er með fullt af blómum. Það er virkilega falleg og hún er töluvert grúsku meiri heldur en þessi með einföldu blómun og verður alltaf miklu stærri blaðbrúskur hjá henni heldur en þessum einfalda. Hér í brekkunni gróði setti ég alveg helling af bæði páskalilju og túlipanalaukum sem eru svona rétt að byrja að gægjast upp núna og krókusar líka byrja að blómstra hér. Þeir eru seinni hérna í brekkunni heldur en niður frá því að hún vísar í norður, þannig að þeir fá bara sól svona seinnipartin hér. Hérna er lyfjurt sem heitir Diana Clare sem byrja að blómstra. Blómstra svona ofboðslega fallega dimmbláum blómum. Mjög dökk svona miðað við margar aðrar tegundir. Og laufið er eiginlega alveg silfrað. Mjög fallegt. Hér er komin nývöxtur á Vanilla Ice japansturina en ekki mikið að frétta kóparstöðinni. Það er svona kannski átt að klippa hann aðeins lengra niður þannig að það sjáist hvort það er eitthvað að gerast þarna niðri. En ég klippti sem sagt allar grasstegundir og starir daginn áður en að nývöxturinn byrjaði. Hér er ástæðan fyrir því að það borgar sig að klippa ofan af störunum snemma því þær blómstra mjög snemma. Þessi er reyndar ekstra snemma því hún er hérna hjá tjörninni en samt sem áður gott að vera búin að því áður en að nývöxturinn fer í gang. Og þau verða miklu snirtilegri brúskarnir. Hérna er garðahólmgresið byrjað að vaxa og ef ég hef ekki klippt sinnunu ofan að því þá væri það alveg týnt þarna ofan í sinnunni. Hér er svo komið blóm búkollablómið. Og þá er garðaröltinu bara lokið í dag. Ég held að við séum búin að sjá svona það helsta sem er að frétta hér garðinum. Margt framundan. Takk í dag.